þá langar maður að segja ykkur aðeins frá ferilskrám og hversu mikilvægt að þær séu vandaðar. Af því að ferilskrár í raun og veru geta verið aðgöngumiðin að viðtölum. Þannig að það skiptir öllum máli að hafa vandaða ferilskrá. Og hvernig þá vönduð ferilskrá? Hún þannig að við sem erum að lesa ferilskrár alla daga, við viljum helst að hún sé ekki meira en 2 blaðsíður, sé bara 1 til 2 blaðsíður þar sem öll helstu atriði koma fram. Það eru að sjálfsögðu bara svona þessar persónulegu upplýsingar eins og nafn og heimilisfang og netfang og tölvupóstur og mögulega LinkedIn aðgangurinn sem að maður með, slóðinn á hann jafnvel. Við mælum enn með að það sé mynd á ferilskrá þó að það tíðkist ekki erlendis en myndin þarf líka að vera vönduð. Hún á ekki að vera þannig að maður sé með kampavínsglas í hendinni eða gæludýrið hérna undir arminum, heldur faglega tekin, helst með bara hreinum bakgrunni, einlitum, þar sem að maður svona raunverulega búin að sýna sitt besta andlit. Og myndin skiptir okkur máli sem að erum að lesa yfir jafnvel 100 ferilskrá á hverjum degi, bara til að tengja svolítið nafn við andlit. En þeir sem ekki vilja hafa mynd, bara sleppa henni og eins og ég segi, þá erlendis eru almennt ekki myndir á ferilskrá. En hvað annað en þetta skiptir máli? Mestu máli skiptir að setja með skýrum hætti fram menntun og starfsreynslu. Og ef að fólk búið að fara í gegnum háskólanám og langskólagengi þá mælum við með að menntunin sé höfð efst á ferilskránni af því að það sem kannski mikilvægast þarf að vera koma framarlega fyrir á ferilskránni. Þannig að þá segir maður frá hvaða námi maður hefur lokið, við hvaða skóla, hver gráðan og mögulega ef að þið hafi skrifað lokaritgerð, BS-ritgerð eða meistararitgerð sem hefur svona veitt ykkur ákveðna sérstöðu og þið búið þar með yfir einhverju sérþekkingu á því sviði, þá endilega nefna þá ritgerð hvað hún fjallaði. Síðan þar á eftir kemur þá starfsreynslan og starfsreynslan þarf að vera sett þannig fram að nýjasta starfsreynslan sé fyrst og efst á blaðinu, þannig að raunverulega það starf sem maður í dag eða var síðast að það sé tilgreint og þá segir maður frá því hvað fyrirtæki maður var að vinna fyrir, hver vinnustæðurinn sem þetta var, hvert starfsheiti manns var og sömuleiðis tekur skýrt fram hver árafjöldin var sem að maður vann á þessum stað. Svo það mikilvægasti textinn starfið, þar sem maður segir frá því hver voru manns helstu verkefni, á hverju bar maður ábyrgð, hvaða svona áfengum náði maður. Ef maður til dæmis var stjórnandi, þá skiptir máli að segja hvert var svona, hversu marga undirmenn hafði maður. Ef maður vann til dæmis einhverja verðlauna eða náði einhverjum framúrskarandi árangri, þá segir maður það sömuleiðis í þessari lýsingu á verkefnum starfsins. Svo kemur bara koll á kolli næsta starf sem var þar áður og sömuleiðis greinir maður frá því sem mikilvægt og því ábyrgðarsviði sem maður gegndi þar, starfsheiti, vinnustaðnum, árafjöldanum sem maður var á vinnustaðnum. Maður þarf ekki að segja frá mánuðum, heldur bara að horfa á ártölin og síðan skiptir máli að hugsa svolítið hvernig orðnotkunin hvaða orð maður að nota því að stundum eru ferilskrár settar inn í gagnagrunna hjá fyrirtækjum og þá jafnvel verið að leita eftir svona leitarorðum eins og bara verkefnastjórnun, samstæðu uppgjör eða verslunarstjórnun eða eitthvað allt annað. Stafræn þróun til dæmis, eitthvað svoleiðis. Þannig að maður þarf svolítið að pæla í orðunum sem maður notar þegar maður að lýsa verkefnunum sínum. Á ferilskrám líka mjög gjarnan upplýsingar eins og bara tölvukunnáttu, þá gott að telja upp helstu kerfi sem maður kann á og bara því fleiri því betri. Tungumálakunnátta jafnvel tilgreind og sömuleiðis ef maður hefur verið í félagsstörfum, til dæmis setið í einhverjum stjórnum eða slíkt að segja frá því og hvaða árabil það var og síðan að síðustu þá eru tilgreindir umsagnaraðilar. Það að segja þeir meðmælendur sem eru tilbúnir að veita umsögn ykkur og þá þurfum við að segja það þarf helst að vera einhver yfirmaður, fyrrum yfirmaður og maður þarf helst að vera með svona 2-3 og segja heiti þeirra, starfsheiti og símanúmer, jafnvel netfang.
Þetta eru svona mikilvægustu upplýsingar sem þurfa að koma fram í ferilskrám og því miður við sem erum að skoða ferilskrár á hverjum einasta degi, við sjáum alls konar útgáfur af þeim, sumar eru frábærlega hannaðar og þessar upplýsingar koma allar þar fram, aðrar eru til dæmis bara allt of langar. Við fáum stundum að sjá ferilskrám sem eru upp í 14 og 16 blaðsíður, jafnvel meira og satt að segja þá bara eru þessar blaðsíður ekki allar lesnar. Það er bara verið að leita fyrst og fremst að því hver er menntunin, hver er starfsreynslan og hvernig framsetningin og hversu vel getur viðkomandi greint aðalatriði frá aukaatriðum. Ef þið erum með 14 blaðsíðna ferilskrá, þá er það svona vísbending að þið getið ekki alveg greint aðalatriði frá aukaatriðum. En það er líka algjör óþarfi að setja efst á ferilskrána sína upplýsingar fjölskylduhagi. Við sjáum allt og oft dæmi það að fólk byrjar að segja manni frá því í ferilskrá hver maki þeirra er og hvað börnin þeirra heita. Það er enginn að fara að ráða maka þessa umsækjanda í starfið. Við höfum bara áhuga á þeim umsækjanda sem ferilskráin fjallar Þannig að það er óþarfi að tilgreina heiti makans og barnanna. Það er allt í lagi að segja kannski aftast ef maður vill hafa eitthvað upplýsingar fjölskylduhagi, þá ætti það að koma bara neðst í ferilskrána. Þannig að þetta eru nokkur góð ráð ferilskrá og aðalmálið er að fá síðan einhvern til að lesa hana yfir þannig að textin sé læsilegur, vel stafsettur, vandlega orðaður, engar villur og að ferilskráin sé stílhrein og vel læsileg, skýr, þannig að maður sé fljótur að svona sjá aðalatriðin. Margir eru mjög uppteknir af því hvernig svona hönnunin á ferilskráni ætti að vera og eru kannski með svolítið svona mikið skraut og flúr á ferilskráni. Við mælum ekkert endilega með því sem erum að lesa við ferilskrár alla daga, en það er frábært að skoða svona fyrirmyndir af ferilskrám, svona sniðmát sem hægt er að finna til dæmis bara í Word eða svona template eða þá á vef sem heitir canva.com. Þar eru bara rosalega svona fín sniðmát sem hægt er að nota og ég mæli með að þið skoðið það. Þannig ekki á mikið flúr, ekki á mikið skraut, ekki á margar leturgerðir, ekki á margar blaðsíður, heldur einfalt, stílhreint og vandað.